við erum sett að fara til Suður Ameríku og svo standið hann á skiltinu og ég held ég að við sett líka upp að við erum að fara til Chile, það var það bara allránt, við erum að fara til Perú. Þar róstur á göttunum, þar fólk komið út og að berja búsáhöld og að mótmæla. Já, ekki bara götunum heldur í öllu landinu, það búið að vera allsherjarverkfall einu héraðinu þarna eða fylkinu. Já. Og síðan búin að vera sem sagt umferð lömuð í einhverjum 4 og núna það sem að gerast núna að það er hafin svona mótmæla göngur og frumbyggja sem sagt þjóðirnar sem eru 25%, rúmlega 25% af þjóðirnar. Svona mars, svona svipað og svartir fóru í Bandaríkjunum á tímum Martins Luthers og svona. Þetta var svona göngur. Já, svipað sko, og þeir stefna til Lima, til höfuðborgarinnar og að krefjast afsagnar Dino Boluarte sem núna sem þau segja hafi rænt völdum. Já, sem ekki forseti sko, heldur settu forseti eins og en við þurfum að skoða þetta aðeins. Við erum að byrja á forsögunni og ég verð að kynna þig, þú heitir Eyjólfur Eyvindarsson. Já. Kallaður ég sagði þú værir kannski flestu þekktu þessum Cesara rappara. Jú, sviðsnafnið Cesara, já. Það svona að þú með 2 nöfn. Forsaga þessa, af hverju spretta þessa tilur? Sko, þetta fer náttúrulega alveg aftur í þegar að Spánverjarnir koma og eitt af þessu sem að gangan þessi sem er fara á stað núna, hún heitir La Marcha de los Cuatro Suyos eða sem sagt 4 þjóðagangan, það var rauninni sem að mótmæli eða samþjöppun þjóðana gegn Spánverjunum upphaflega og svo aftur núna 2000 þar sem annan nafn sem kannski þekkt, Alberto Fujimori, hann var kjörinn og þá var að mótmæla því að kosningarnar hefðu verið svik, það hefur verið kosningasvindl. En sko, Perú að mörgu leyti mjög auðugt land af ýmsum námum og olíu og öðru og það fyrir löngu síðan sem sagt það kemur sem sagt fólk flyst frá Japan og sest að Spánverjar setja stað náttúrulega og blandast það frumbyggina og það verður fljótt svona ráðastétt, svona valdastétt í rauninni sem að frumbyggina hafa ekkert það að segja. Og Alberto Fujimori verður forseti. Eru Japanir þá hluti af yfirstéttinni? Já, þeir blandast náttúrulega Spánverjunum? Já, og frumbyggjarnir eru þá svona frumbyggjarnir hafa í rauninni búa lítið það að segja sem gerist í landinu. Alberto Fujimori verður forseti og það svo sem ekki alveg vita hvort að það hafi verið á sínu tíma sko, það fyrir löngu síðan. Var í rauninni einræðisherra og það voru dauðasveitir og annað. Og þá kemur skínandi stígur. Það voru mjög herská samtök sem að ég held að fyrstskipti sem komið fréttunum heima, það var gíslataka í sendiráði held í Líma örugglega og þá voru dauðasveitir sem brutust inn og þeir bara drápuðu alla og var blóðið drifin saga sem að síðan sem kemur honum frá völdum málaferli því þau hafa verið tengd sko, kemur úr efnahagslífinu og það kemur rauninni, hann í fangelsi núna, Alberto Fujimori, og kemur í veg fyrir að hann gat boðið sig fram. Þá var dóttir hans Keiko Fujimori sem að fyrir 16 mánuðum síðan var í skilorðsbundnu rauninni, hún sjálf núna í fangelsi, hún var forsetaframbjóðandi gegn Pedro Castillo sem af frumbyggja ættum og kennari og fyrir 16 mánuðum síðan verður sem sagt forseti landsins og hefur alveg síðan hann kemst til valda verið í baráttu við þingið. Þingið hefur verið að reyna að koma nú frá sko það til síðan 1839 þá til í lögunum eitthvað sem heitir sem sagt fjarvera forseta eða immoral sem sagt. Það hann óhæfur til þess að gegna starfinu og þá getur þingið skipa nýjan. Já, bara koma honum frá nema þeir reyndu það sem sagt búin að reyna það 3 sinnum á þessum 16 mánuðum og tókst það í 4. skipti og það var núna í byrjun desember
og það upp af þessum mótmælum sem eru núna og hann settur í fangelsi og það var ýmsar svona sko, það sem að þeir voru að bera á hann var svona að hann hefði stólið eitthvað sem saman gilti eitthvað 70 evrum eða eitthvað svona, þetta var allt eitthvað svona minni máttar en að nota þetta ákvæði sem ennþá til sko síðan 1839 og tekst það síðan því að meirihlutin í þinginu var á mótunum því að hann fór þá að reyna að leysa upp þingið og komast að stjórnarskrá þingi og breytingum á stjórnarskráni og þannig að þetta mjög mikið róttækni. Hann sjálfur sem að gerast og líka þess að náttúrulega færa þetta svo mikið stuðning frumbyggjarna núna. Þetta er stétta átök. Þetta eru stétta átök og þetta er líka, hvað er það að segja, þjóðarbrots átök? Já, þetta er eitthvað leiti uppgjör við nýlendastefnuna og fortíðina. Hver er anstæðingurinn ef hann er fulltrúið þessa sem að frumbyggjarna, lágstéttana? Keiko Fujimori var eins og sem fór í farabrotti sem hún tapaði í kosningunum og svo náttúrulega hefði hún aldrei orðið forseti því hún var á leiðinni í fangelsi. Ja, það kom á daginn að hún var sem sagt dæmd. Þannig að það andstæðingun er í rauninni bara þeir sem að töklinu á haldin á öllum auðlindum landsins. Tök á þinginu? Það er þingmennin og þeir sem eru í þinginu, þeir eru ekki hluti af þeir koma ekki úr þessari frumbyggja eða verkamannastétt. Þeir hafa beinlegis hagsmun af því, alveg svo til að því við nefndum Chile það er sko 90% af Chile búið einkavæða og mjög mikið af Perú líka. Það eru spænsk orkufyrirtæki sem að dæla olíu þarna út og það var mjög slæmt olíuslys þarna núna fyrir ári síðan í stjórnartíð Castillo en þetta er sko hann er sjötti forsetinn sem að lendir í þessu á 4 árum. Þannig að það er búið að vera viðvarandi stjórnarkreppa og andstæðingurinn er þá valdastéttin að þeir sem að eiga telja sig eiga auðlindirnar. Og þau hafa skipulag eitthvað stjórnmálaafl þannig að þau halda völdum á þinginu og meðan að meginþóru almennings nær bara kjósa þannig eina kallinn, forsetann, sem að er síðan alltaf með raunverulega stjórnkerfið og stjórnmálastéttina á móti sér. Þetta er nú staða sem að hefur komið víðar upp í Suður-Ameríku. Já, og krafan núna, fyrsta krafan var hérna núna í desember var að flýta kosningunum og hefur alltaf verið að þessi Búlvardi sem hún var ráðherra, hún var hluti af kosningabandalegi sem að fylgdi Castillo á málum, hún var ráðherra og var settur forseti þegar hann er sendur í fangelsi og fjölskyldan hans fekk hæli í Mexíkó að flýta kosningunum og að leysa upp þingið og síðan kemur krafan með stjórnarskrárbreytinguna til að geta meðlans breytt þessu. Það sé ekki, það er eitthvað lög sem eru að verða 200 ára gömul í rauninni og eru misnótu á þannan hátt. Það er ekki eins og hann var alveg hæfur til að gegna starfinu þó að þingið komist. Já, ég meina hann var kosið með meirihluta atkvæða, hann er kennari og hafi greinilega stuðning fólksins. Þannig að þetta er svona, nú veitum ekki alveg hvað gerist, það er búið, sko, það er rosalega harka sko hann greinilega hefur ekki haft stuðning hersins, því að það er alltaf lykilatriði í svona stöðum að herinn skiptir máli og það eru 50 manns núna, bara í dag, fjall 50. manneskjan, þau síðustu 7 voru greint með skotsár, bara skotin, ykkur hefði orðið fyrir bifröðum og annað. Í mótmálunum? Í mótmálunum, síðan í byrjun desember. Þannig að nú veitum við ekki hvað gerist, sko, en það er þessi svaka fjölda hreyfing, sko. En þetta snýst náttúrulega svolítið mikið hvað við fáum miklu meiri fréttir af þessu til dæmis heldur en, ég veit ekki hvað sé takmarka á Íslandi, en svona almennt í heiminum heldur dæmis Kólumbíu, það voru svakalega stór mótmæli og allsherjarverkfall í vorið 2021 sko og hefur verið reglulega og reyndar eitt sem hefur gerst líka saman við þetta, ekki bara fólk hefur verið tíni lífi í mótmæli, heldur líka hafa verið að handtaka núna, handtóku félagsmálaleiðtoga og verkalýðsleiðtoga og annað, einhverja 3 sem voru handteknir núna. Ég fann ekki út af því fyrir hvað, en það er sennilega því þeir að leiða eitthvað mótmæli eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað gerist. Það er allavega
Hverju fólkið að mótmæla? Þessu, það vil að fórsetin segja af sér og að veri kosningar og það vil fá þennan fórsetan úr haldi. En þau vilja fá sinn mann og hvað á þeirra maður að gera? Hverju á hann að breyta í samfélaginu? Já, í rauninu leysa upp þingið. Þannig að þú veist... Þannig að þetta svona stjórnsýslu deila. Já. Frekar heldur en þessi verið að berjast gegn fyrir betri kjörum, betra húsnæðiskerfi. Nei, því þetta er ekki mesta fyrirstaðan, því það er ekki lýðræði þarna. Það er sannlega lýðræðiskrafa bara. Já. Svipað og er stundum hér. Það eru margir hér á Íslandi sem líta svo á að það þurfa að breyta grunnkerfinu til þess að geta náð fram einhverju réttlæti. Jú. Já. Það er mjög veik útgáfa af því sem þarna er. Þarna, nú eru náttúrulega Perú og Chile eru nágranna þjóðir, þeir eru á vesturströnd Suður-Ameríku og í Perú eins og Chile núna það er líka hreyfing fyrir að láta breyta stjórnarskránni. Í Chile þá voru kosningarna það núna í fyrra og það gekk ekki eftir að breyta því það var svo svakalegur áráður það að ef að stjórnarskránni er breytt að þá verið þeir sem ættu land og ættu annað þeir myndu missa það, sem er náttúrulega ekki satt en gleymum ekki því að það er rosalega auðugar og í Chile líka kopar til dæmis 90% af því öllu er í eigu bandarískra og erlendra fyrirtækja Og arðurinn flystu landi. Já, og fólk gerir henni bara vinnur við að það er ríkinu og skattborgurinn ekki til góða nema takmörkuðu marki. Þetta er svipað og hefur gerst í Bólívíu líka og er svolítið í gangi núna ennþá þegar Evo Morales verður kosin fórseti og hann er fyrsti frumbyggja. Fórsetin þar, hann kemur úr verkalýðshreyfingunni. Þannig að það sem verður hólmafalli er að þeir sem að töpuðu, hægri öflin þar, þeir töpuðu kosningunum og það var að vera endur kjöra þá fóru þeir að gjamma það hefur verið svindl og annað og þá kom samt allir frumbyggjarnir og verkalýðshreyfingin líka þeir náðu því aftur. En það sem er áhugavert að skoða í þessu að því að stundum er sagt frá heima það eru samtök Ameríkuríkja þau eru vist vera mjög sértæka á það hvað þau fjalla þeir tala af ekkert sagt þetta núna í Perú þau sagði ekkert valdanánið í Bólívíu til dæmis en ef það er eitthvað annað eins og þegar að hægri tapar í Bólívíu og þeir fara að segja já, þetta er kosningasvindl eða eitthvað líka, þá kemur þessi samtök Ameríkuríkja sem að ekki einu svona öll Ameríkuríki fá að vera með í þá fara þau eitthvað að gjamma þau segja ekkert þetta núna. En nú eru vinstri menn að vinna kosningar víða í svona stærsta náttúrulega Lula de Silva það var fórseti í Kólumbíu sem Pedro, já og það er vinstri maður í Mexíku og Almo, já og það er rosalega vendipunktur heldur líka þú sér að Mexíkó er náttúrulega það búa rúmlega 100 milljónir þar það landfræðilega er Norður Ameríka land sem að með þvílíkan auð annar land í heimi með silfur til dæmis, þeir eru með eigin olíu, þeir eru með rosalega mikið af auðafum og það er róttækumæður sem að styður róttæka stjórnmálamenn í Suður-Ameríku. Já, fjölskylda Castillo fekk hæli og í Mexíkó og líka Evo Morales þegar hann þurfti að flýja því að hann var beinleins bara það var einn hermaður sem var að gæta sem bara gaf sig upp og sagði bara ég geta það ekki þeir buðu FBI hafði þjálfað hluta af lögreglunni og hann sagði að þeir hefði boðið honum bara $50,000 fyrir að skjóta fórsetann eða koma honum á stað þar sem var þetta fellan og þá kemur Mexíkó og líka eins og með þetta með samtök Ameríkuríkja það sem átti að vera núna hann í fyrra og fórseti Mexíkó fór ekki á þann fund af því að Kúba fer ekki að vera með og það eru fleiri ríki sem fá ekki að vera með Nicaragua og fleiri sem eru svakalega viðskiptaþvinganir ekki bara á Venezuela og Kúbu heldur líka á Nicaragua og Nicaragua er fann að snúa sig meira til Kína til dæmis þannig að þetta er áhugavert ég held að
það sem getur spáð eitthvað fyrir það, en það sko, mótmælum munu halda áfram, þá örugglega meira fólk eftir að deyja því miður, en hérna, það verður vonandi einhver breyting, það er náttúrulega svolítið erfitt þegar að herinn og vopnavaldi er í höndum andstæðinganna, sko. En það hafa orðið breytingar á svona allsherjarverkvöllum og svona göngum og stundum hafa ríki fallið til hægri við þetta. Já, og sko það er þekkt eins og í þessum löndum að hérna bændurnir og frumbyggjarnir þeir þurfu ekki mikið til að stöðva umferðina, þú veist, flutningaleðanum. Ég var vitni að svoleiðis einu sinni í Mexíkó til dæmis, bara þá settu bara grjót á veginn og stóðu bara, þú veist. Og hérna, og þetta er náttúrulega svona, þú veist, lögreglan kannski kemur en hún getur ekkert gert, þú veist, það er kannski nokkur lögregluþjónar hætti náttúrulega bara út í sveit, þannig að þeir velja staði þar sem þeir komast illa að. Þannig að hérna, já, og í staðin fyrir samtök Ameríkuríkja þá er náttúrulega Alba og CELAC og önnur samtök sem að sameina og getum við sagt þessa vinstri sveiflu sem í gangi, að það ítök, sko, og það kannski sjáum við líka í mannfallinu og því þetta er örþrifaráð í rauninni. Þetta er hérna, það verður ofbeldi verið meira í rauninni. Og það kannski veitum við ekki, kannski það dæmum að þetta nálgist endalókin. Það nálgist endalókin. Já, við vonum það. Já. En það áttur að taka tíma, svo sem. Já. Það er eins og þú búist við þetta eftir að koma bara slæma fréttir hana á Perú. Já, sko, ég held að fólki sé bara búin að fá nóg. Ég held að, og það hérna, þú veist, ég er að fylgjast með myndum að mótmælum, sko, og það er rosalega mikið tákgrænt að ganga með sko svona eftirlíkingar líkistum með nöfnum og fæðingardegi og dánardegi þegar fólk sem hefur dáið og svo náttúrulega bara handtaka fullt af fólki líka og en þau sko það er eins og með í Bólívíu og eins og með þarna þú veist þetta er ekkit eitthvað sem byrjaði fyrir 10-20 árum, þetta er sko meira 500 ára gamalt. Þegar frumbyggjarnir rísu upp að þá er að rauninni endurtekkingin á þessu hérna. Það er sterk hefð fyrir andstöðu, þó svo að andstæðan hafi kannski ekki náð árangri. Nei, en við náttúrulega átt okkur á því að þessar þjóðir eru sko frumbyggja þjóðir Ameríku og Norður-Ameríku, þú veist, þau lömdu ekki hvort annan, sko. Ofbeldi sem að hérna, verður síðan til, það er innflutt. Það kannski geisuðu einhver átök og svona, en þú veist, að kýla mann og annan, það var bara ekki til. Já. Og svo náttúrulega í kaldastríðinu var líka flutt inn þarna ofbeldi. Já, og Kondor á... Dauðasveitir og fleira út að nefna. Þetta var þróað annars staðar í Indónesíu og víðar og flutt inn til Suður-Ameríku. Já, það var Kondor áætlunin, fólk getur lesið það sem var samhæft og það voru pyntingalæknar frá Brasilíu sem voru settir inn til þess að Pinochet var og í Argentínu og herfangistöðin í Brasilíu og þá meira minna réður öllu þarna með, það var ekki endilega bara Bandaríkin, það voru fleiri, það voru Bretland og Frakland og meira af þessum gömlu nýlendu veldum, sko, en já, það var svona kerfisbundið eftirlit og mannskvörf, sérstaklega. Það brjóta niður andstöðuna við ríkjandi völd. Já, sem að síðan, sko, að reyna búa til ótta, þetta snýst það, að skapa ótta. En mér sýnist á þessum mótmælum í Perú að sko, það áttur að fleiri eftir að falla og hryllingur en það er, ég held að þetta er áratug eftir áratug, þannig að ég held að fólk bara, núna er það bara að fá nóg, sko. Þannig að, já, það verður áhugavert að sjá hvað gerist. Já, herru, takk fyrir að koma og ræða Perú, þú rættir nú reynda líka eins Chile.